Þátturinn unnin í samstarfi við Íþróttabandalag Akureyrar, Akureyrarbæ. Það rólegt í Naustahverfinu á Akureyri þegar við rennum í hlað í Stekkjartúni, en þar búa Ingi Þór og Rósamunda ásamt börnum sínum Katrínu og Kristófer. Í þessum þætti ætlum við að kynnast þeim betur, en á þessu heimili eru hreyfing og íþróttir ansi ofarlega á forgangslistanum. Þetta keppnisfólk og við fáum að vita að sumir fjölskyldumeðlimir séu ennþá að reyna að kæla sig niður eftir dramatískt lúdóspil kvöldið áður. Ingi og Rósamunda eru bæði Ísfirðingar, fluttu suður til Reykjavíkur og bjuggu þar í 9 ár, en fengu svo bæði spennandi störf á Akureyri og hentu sér norður fyrir 4 árum síðan. Okkur finnst þetta æðislegt. Þetta bara fínt, sérstaklega þegar maður af landsbyggðinni, sem sagt. Upphaflega þá var bara mjög gott að komast aftur í svona, þægilegt umhverfi og kyrrð og ekki allar þessar vegalengdir og ekki alltaf að fara á milli staða í bíl og taka allan þennan tíma sem að tók í Reykjavík að fara á milli staða. Við náttúrulega sáum svolítið bara kostið líka. Hér eru mjög stutt allar áttir. Við vorum, 10 mínútur upp á svæði, skíðasvæði, 5 mínútur að labba í Naustaborgir og hér eru öll aðstæður sem við vorum svolítið að horfa í fyrir börnin okkar, varðandi íþróttir og tómstundir. Góður tónlistarskóli sem dóttir okkar í og strákarnir á þeim tíma líka. Og svo náttúrulega fínasta sundlaugarstaða, fimleikar eins og Katrín var í á þeim tíma. Á veturna erum við svolítið mikið í fjallinu. Og sumurinn strákurinn, núna allan þetta sumar, svolítið mikið í fjallinu líka með hjólið. Og svo erum við sem fjölskylda svolítið mikið upp í Naustaborgum og í Kjarnaskógi. Það er stutt að fara. Við erum svolítið mikið í göngutúrum þar. Ég hef verið að hjóla svolítið með stelpunum hérna á götuhjóli. Mér finnst það alveg frábært. Það ekki nema rétt 600 metrar hérna yfir til. 600-800 metrar upp í Naustaborgi. Algjör drauma útvistarstaði. Og hægt að fara yfir í Kjarna og mér finnst Naustaborgir skemmtilegri heldur en Kjarnaskógur. Krakkarnir sakna auðvitað vinanna í Reykjavík, en þau voru ekki lengi að aðlagast lífinu fyrir norðan. Kristófer var snöggur að finna sig, en Katrín tók sér örlítið lengri aðlögunartíma. Og hún efnileg sundkona og spilar á þverflautu og hefur kynnst mörgum í gegnum íþróttirnar og tómstundirnar. Það svo ansi heimilislegt fyrir Katrín að æfa sundið vegna þess að pabbi hennar þjálfarinn. Hafa hann sem þjálfara bara virkar ekki. Þegar þú segir hann, þá ertu að tala pappa þinn. Hann erfiður þjálfari? Nei, hann bara allt í lagi, svo sem. Er hann erfiðari við þig heldur en hina? Af hverju byrjaðir að æfa sund? Ég byrjaði bara á námskeiðum svona þegar ég var 3 ára og svoleiðis. Bara þú veist, ungbarnasund og svoleiðis. Og ég hef bara verið að æfa síðan, sko. Hver er svona uppáhaldsstundin þín í sundlauginni, hingað til? Bara svona vinirnir sem maður er búinn að eignast á að vera í sundi og svoleiðis. Svo náttúrulega skemmtilegast að fara á mót og vera í boðsundi og bara, já. Er skemmtilegra að senda boðsund heldur en einstaklings? Miklu. Af hverju? Það er bara, ég veit það ekki, það er bara miklu skemmtilega að vera svona hópur og svoleiðis. Að vera í liði? Já. Eru þið með gott liði núna í boðsundi? Já, ég myndi segja það. Eru þið bestar á Íslandi? Hvað sér þið svona fyrir þér í framtíðinni? Hvert langar þið að ná? Það væri náttúrulega skemmtilegast að ná á Ólympíuleika eða eitthvað þannig, eða allavega í landsliðið. Það er náttúrulega stefningin allavega að komast í unglingalandslið eftir svona 2-3 ár. Heldur þú sért á réttri leið að komast þangað? Já, ég held það, sko. Hvað segir þjálfarinn? Heldur að hann hafi trú á þér? Talið eitthvað annað en sund hérna yfir kvöldmatnum, þú og pabbi þinn? Nei, svo bara spyr hann eitthvað út í skólan og bara nennir ekkert að tala það. Ég sé út með eitthvað svona verðlaunagripu og eitthvað svona. Er eitthvað hérna sem þið þykir vænna heldur en annað? Það er náttúrulega boðsundi. Ég er örugglega mesta medalíur í boðsundi, sko. Við erum mjög duglegir að komast á pall í boðsundi sem lið, sko. En svo ég náttúrulega á þverflautu. Sem sagt upp í Hofi, tónlistarskólanum. Og er búin að vera á þverflautu örugglega síðan ég var 6 ára eða eitthvað.
Nennir alveg að fara ef mamma en pappi segja, nú ætlum við að fara öll saman út að labba. Nennir því? Stundum. Það kemur tími sem ég nenni því, en kannski ef hundurinn með, þá nenni ég því. Ok. Velkomin í Káa heimilið. Hérna ætla ég að prófa tennis. Hann Guðmundur Haukur, hann er formaður spaðadeildar Káa, er ekki rétt fyrir mér? Hann ætlar aðeins að kenna mér handtökin og segja mér pínlítið spaðadeild Káa, tennis og badminton, eða ekki? Jú, tennis hafði nú svona ekki verið mikið stundaður hér, en nema bara fyrir áratugum síðan. Þannig við ákváðum svona að reyna, fyrst við vorum komin í þennan fína klúbb, að reyna að virkja þetta aftur. Tennisin þar að segja. Badminton hefur alltaf lifað þokkalega góðu lífi á Akureyri. Það eru mjög margir sem kunna tennis, en þetta er náttúrulega eins og með annað að ef það er ekki aðstæður þá náttúrulega stundar fólk ekki íþróttina. En það eru býsna margir sem hafa fólk sem hefur búið erlendis og fólk sem fer í sumarfrí og kannski tennisvellir við hótelin og annað. Og við finnum það að gestir sem koma til Akureyrar, þeir leita mikið hingað og spurja tennis. Það er frítt að æfa hjá okkur. Við höfum ekki verið að rukka æfingu. Það kostar bara ekkert að æfa tennis né badminton, eða? Jú, badminton kostar, það kostar 15.000 krónur á ári. Ég byrjaði mjög seint. Ég var þokkalega fullorðinn þegar ég byrjaði þessu, en ég kynntist þessu í Bretlandi og byrjaði að spila þar. Menn eru býsna fljótt til að pikka þetta upp, til að geta spilað íþróttina. Þetta væri þá kannski hentug íþrótt fyrir svona fólk sem eru fullorðið og langar að hreyfa sig? Já, sko, það er nefnilega djúptíð með margar þessar greinar að þetta spila maður bara frá vöggu til grafar, sko. Það er bara ekkert mál. Menn bara finna sinn takt og við sjáum þetta mikið í badmintonu til dæmis. Mikið af fullorðnu fólki sem stundar badmintonu því að menn ná bara sínum takti. Heyrðu, ég held að viltu ekki bara byrja að reyna að kenna mér þetta? Við höldum áherslu svona eins og hamri. Ég hef lagt áherslu við krakkana að halda með báðum höndum þegar þeir eru eins og taka bakgrunn. Og reglurnar í tennis eru náttúrulega svolítið skrítnar stundum því að það er talið sko 15, 30, 40 og svo stig. Og það er að vinna 6 svoleiðis stig og svo 3 lotur af svona 6 stigum þannig að í stórum mótunum. Þannig að þetta er svona pínustundu trikki en við erum ekkert að eldast við þetta þegar við erum kannski með svona krakkana. Ég skildi ekkert. Þá erum við náttúrulega að telja bara 1, 2, 3 og svona svo hægt og rólega að læra krakkarnir þetta sko. Já, í rauninni bara beint upp og beint niður. Já, svona aðeins fyrir fram að hérna. Já. Og þú ert hérna og svo kemur spaðinn. Já, ég þarf að hitta hann akkurat hérna. Já, þú ert náttúrulega að hitta hann sem hæst. Já, þannig að hann fari niður. Já, ekki verið að slá hann hérna sko. Akkurat. Þannig að þú vilt fá sko hérna, þessi hérna. Já, þetta er greið. Stíga hans. Prófum þetta bara. Nei, hann fór alltaf langt. Ok. Sko! Sko? Eigum við ekki bara að reyna að spila eitthvað? Já. Er einhverjar svona aðra reglur sem ég þarf að vita? Skiptir máli hvert ég skýt honum eftir að við erum byrjuð? Nei, þá ertu náttúrulega bara að reyna að hitta þar sem ég er ekki. Og hann má boppa einu sinni, eða ekki? Hann má boppa einu sinni. Já, ok, prófum þetta bara. Úps. Stig fyrir þig. Þú ert bara náttúru talent í tennis. Finnst þið? Æ, takk. Sko? Á. Nei. Þetta er ég bara að rústa þér, eða? Já. Vandræðalegt. 30-0. Æ. Fann að reyna á sig. Já. Æ, ég er alltaf sterk. Djók. Sko? Þetta er enda mjög skemmtilegt, sko. Ó. Sko? Hvernig gerir maður hérna? Nei, þetta var ræðilega hallarslegt. Klipptu þetta út. Og nú boppaði hann tvisvar og nú er þú komið stig. Er ég komið stig? Já. Yes! 1-0 fyrir þig. Og þá var ég að gefa. Ok, þá komið að þér. Ok.
Ok, nú skil ég þetta, held ég. Þá myndi ég náttúrulega gefa upp svona því að þú verður orðin svo góð, þú ert orðin svo góð þannig að vinna mig. Já, en nú ætlar þú að fara að taka á því. Þetta þýtti ekki neitt. Ok, hann ætlar sko ekki að tapa fyrir mér, það er greinilega. Næsta stig vinnur. Úrslitastigið. Úrslitastig. Svo kallað Championship Point. Wow. Heyrðu góði? Já, ok, alltaf leið. Nú er ég alveg stressuð, nú er þetta komið. Dramatík maður, endaði bara á hérna. Nei. 40. Þannig að ef Ekki bara að nota fyrri partinn. Þannig að ég fæ stig núna, þá fæ ég 1. Já, þá ertu komið með þetta. Æi! Þú gafst mér þennan. Hann er fann að leyfa mér að vinna, þetta er neyðarlegt sko. 40-15. Já. Já! Hvað er þetta inn á? Stig fyrir mig. Ertu búinn að vinna? Já. Mjög vel sem að vera að spila þetta í fyrst skipti. Ná alls konar höggum, ná að skila boltanum yfir, ná spili, ná uppgjónum. Frábært, algjörlega. Fjölskyldufaðirinn Ingi Þór á að baki afreksferil í sundi. En hann er núna sundþjálfari hjá Óðunni og allar líkur á því að hjartaslá í sundlauginni ókomna tíð. Íþróttamaðurinn í hjarta mínu hefur alltaf verið í sundlauginni, meira að minna. Ég prófaði nú samt alveg ótrúlega margar íþróttir þegar ég var krakki. Fann mig hvergi, prófaði handbolta, fótbolta. Ég var eitthvað á skíðum líka. Þar sem maður var alinn upp á Ísafirði þá var maður að kunna á skíði. Svo var mér hent út í sundlaugin og ég hef eiginlega ekkert komið upp úr henni síðan. Segðu mér aðeins frá svona afrekstímabilinu. Hvað varstu svona helst að? Ég var náttúrulega afreksmaður í sundi með Vestra á Ísafirði. Við æfðum í 16 og 2/3 í sundhöllinni á Ísafirði. Það sé undirstekkað, þetta er höll, ekki sundlaug. Og við vorum eiginlega besta lið á landinu á þessum tíma. Og við vorum þarna á þeim tíma, vorum við 15 og 16 að æfa saman og við vorum 12 í landsliðunum. Þannig að þetta var mjög öflugur hópur. Og það gekk á ýmsu eins og gengur í svona afreksstarfi og við vorum náttúrulega með þjálfara sem á mælikvarða dagsins í dag myndi vera snar klikkaður en hann gerði sér gagn, hann náði miklum árangri. Þú segist að vera með klikkaðan þjálfara. Hvernig þjálfari er þú? Já, þannig að hún var kannski að spyrja dóttur mín að því. Jú, ég veit ekki hvernig að svara þessu. Sjá dóttur mín að gefla sér niður hérna og sér. Ég hef bara ákveðna filósofi í þessu. Þetta verður að vera skemmtilegt. Ef þetta er ekki skemmtilegt, þá mæta krakkarnir ekki. Og ef krakkarnir mæta, þá náðu þau ekki árangri. Ég hef reynt svolítið að stefna eftir þessu. Ég tel mig alveg hafa náð árangri með þessa krakka. Ég er ágætis unglingaþjálfari og hef náð ágætis árangri með það og mér er bara gaman að sjá þessa krakka á vaxa og dafna og verða flottir einstaklingar í samfélaginu. Þessi krakkar sem eru að æfa þarna sundi eru rosalega öflugir. Og þetta verður eftir nokkur ár verður þetta mjög sterkir einstaklingar. Og ég og Pétur sem eru með mér í þessu að við erum bara gott teimi í þessu og þú veist þetta er gaman. Það er mjög mikið framboð í íþróttum í bænum fyrir krakka og fyrir fullorðið fólk líka. Sumir kannski myndi segja að það var mikið. Það er mikið barátta börn og ungmenni til að æfa íþróttir sem hefur náttúrulega þau kosti að krakka geta valsa á milli og reynda að finna sig. Ég hef alltaf verið mikill talsmaður þess að krakka fá að prófa eins mikið og geta fram á ákveðnum aldri. Þegar þið langar til þess að hreyfa þig, þú væntanlega hefur einhverja þörf til þess, en þá... Já, ég hef mikla þörf fyrir að hreyfa mig. Hvað gerirðu? Ég hef verið lengi í crossfit. Ég er þessi típa sem ég get ekki að labba inn á heilsugjörnum inn á svona líkamsræktarstöð og gert það sem eitthvað bara. Ég get ekki þjálfað sjálf á mig. Ég verð að hafa einhvern öskrandi yfir mér. Ég hef algjörlega fundið mig í crossfit. Finnst þetta æðislegt og ég verð bara að segja ég er með svakalega keppnisskap. Þetta er stundum óþolandi en ég fann að læra það með árunum að maður verður stundum að hlusta á líkamann. Ertu ennþá sterkari en sonur þinn?
Já. Hvernig heldur það verði þegar það fyrir að breytast? Sko þetta verður skelfilegt, þetta er bara rétt aðeins. Hann strákurinn á fullu körfubolta, hann á hvaða sentimetri hann á mér í hæð. Þetta er að hverju morgni þá kemur kassinn og svo lappar hann og aðtöku hvort það sé ekki hann er stærri. Þannig að þetta er endalaust sko. Þú átt kannski nokkuð góð ára eftir? Já, ég þekki þetta. Nokkuð 20 ára það. Nei, við sjáum hvað gerist á næsta árum. Þátturinn er unnin í samstarfi við Íþróttabandalag Akureyrar. Akureyrarbæ. Kristófer Snær er 14 ára gamall. Hann er hress og yfirleitt á fullu í einhverju en hann æfir körfubolta hjá Þór og hefur áhuga á jaðarsporti en hann stundar það mikið að spæna á fjallahjóli. Síðan er það sérstakt áhugamál að stækka sem hraðast og verða sterkari en pabbi. Ertu góður í körfubolta? Já, ég er alveg ágætur. Systir þín sagðist vera betri en þú í körfubolta. Nei, það grínast, hún sagði það ekki. Ég myndi alveg trú því. Segðu mig, hvað ertu búin að æfa körfubolta lengi? 6-7 ár. Ok, þú hefur verið að æfa þegar þið byggu fyrir sunnan körfubolta líka? Já. Hvernig fannst þér að flytja norður og byrja að æfa hér? Það var bara fínt. Það var betra heldur en að vera í Reykjavík. Ok, hvað var betra við það? Það var gerð meiri kröfur og fleiri æfingar. Það gerði mann betra, en það gerði mann, já. Finnst þér að fá betri þjálfun hér? Já, mér finnst það. Ertu metnaðarfullur? Ætlar að verða körfuboltamaður í framtíðinni? Ég langar það mjög mikið. Hvað væri drauma áfangastæðurinn? NBA-deildin. NBA. Heldur þú verið nógu hávaxinn? Fer eftir. Ertu orðinn stærri en pabbi þinn? Já. Mælið ykkur á hverjum degi eða? Mjög nálægt í. En ertu orðinn sterkari en hann? Fer eftir. Hann er örugglega hendasterkari en ég. Já, ok. Hann myndi taka þig kannski sjómann allavega. Já, örugglega. Sennilega, ok. Hann byrjar að missa kraftin eftir 2 ár. 2 ár? Gefum hann kannski aðeins meira en 2, eða ekki? Ok, 4. 4, ok, passar. En þú ert ekki bara í körfubolta, þú ert líka eitthvað að vesenast á fjallahjóli, er það ekki rétt hjá mér? Jú, frekar mikið. Já, sumarið. Já, hvað er það við það sem er svona skemmtilegt? Bara adrenalín. Adrenalín? Já. Ertu þá mikið að stökkva, eða ertu að fara í einhver heljarstökk eða eitthvað svoleiðis? Bara stökkva. Ok. Ekki komið það langt. Nei, ok. En þú stekkur bara og vonar bara það besta? Já. Akkurat. Er góð aðstaða hérna á Akureyri til þess að stunda fjallahjól? Já, mjög góð aðstaða. Hvert ferðu helst? Hlíðarfjalla í Kjarnaskóg. Eru góða brautir? Já, það eru mjög góða brautir. Er þetta ekkert hættulegt? Mamma heldur á. Er hún stressuð? Já. Skilji. Aðeins hættulegur aldrei körfuboltinn? Já, aðeins. Ertu með eitthvað keppniskap? Já, ég er með mjög mikið keppniskap. Ég held ég fæ að þarf að mömmu minni. Hvernig ertu í borðspilum? Hvað fóruð þið að tala um það eða? Þú voru að tala um eitthvað lúdó-atvik. Já, ok. Getur orðið svolítið tapsár kannski? Já, ef ég gengur ekki vel þá. Man langar alltaf að vinna. Það var komið að áskorun. Ég er stödd hérna fyrir utan íþróttahúsið Laugagötu og ég ætla að spila pílu við hann Fannar sem er algjör pílumeistari. Ég veit ekki hvort ég vinn, sennilega ekki, en ég ætla að gera mitt allra besta. Jæja, gamla íþróttahúsið í Laugagötu. Einhvern tímann að ég fótbolta hérna, bara svona annað slagið á veturna. Maður gæti alltaf eftir úti. En ég hef aldrei komið hingað í pílu allavega. Herðu, Fannar býður eftir mér. Hann er víst pílu kóngur. Og, nei, heyrðu. Heyrðu, þetta er ekkert smá glæsileg aðstaða. Já, takk fyrir það. Vá. Hvað er þið búin að vera hérna lengi? Aðeins meira en ár, minnum ég. Man ekki alveg þetta sendinguna, en... Nei.
Mín að segja 14 mánuði. Ok. Herðu, Yes. þú ætlar að tapa fyrir mér í pílu. Já, ég reynum það. Þá byrjar það með 501 stig og þetta skjótaði niður í 0. Og segjum til dæmis ef það var 32 eftir, þá átt að klára leikinn á 2-földum. Og hvað gerist þegar maður fer yfir? Þá kallast að sprengja, þá bara ertu ennþá með sömu tölu og þú áttir áður en byrjar að kasta. Ok. Hvað hvað eru margir að æfa pílu hjá þér? Þetta svona 40 mjög virkir meðlimir. En í heildina á Akureyri myndi ég segja að það var svona 90 sem myndu vera spilarar. Þú getur verið 5 ára og 95 ára og spila saman. Það er það skemmtilega við þetta. Við erum núna í kerfi sem heitir Skólia sem við erum nýbúin að setja upp hérna. Það reiknar fyrir þig. Það eru semst ein myndal í öllum örmunum hérna. Það er reiknað bara út hvar pílan lendir og sýnir skórið á spjaldtölu. Þannig að þetta er... Það er fáránlega sniðugt. Ertu hræddur? Semi. Halda eins og penna. Stígur í hægri löppina, í spýtuna, alveg beint út og bara nota þessi hérna hreyfingu. Já, maður er bara svona í 90. Já. Við erum ekki í spjótkasti sko, bara alveg standa kjör. Já. Þú hitt allan á spjaldi. Já. Akkurat. Já. Smá grín. Sér hérna eins og núna er kerfið búin að rekna fyrir þig, hittir 3 og 10, síðan tekur pílinn úr. Já, ok. Þetta var ekki droslega góð leitur hjá mér. Nei, þetta er skárið en 2 og skárið en 1, þannig að þetta er alltaf leið. Hvað er best að hitta? Hvað er best að hitta? Það er 3x20. Það er semst hérna. Já, þessi. Margir halda miðjan sem mest, en það er mikil misskilningur. En hvað með þig? Ert þú að keppa í pílu? Já, ég keppi alveg. Ok. Ertu góður? Nei, svona norðamegin ágættur. Betur en á sunnamegin? Já. Nei! Sko. Er það grín? Og hvort megin? Þetta er kallað grænt búl. Hvað þýðir það? Það er 25 og rautt búl er 50. Herðu, ég er ekki á góðum stað í þessu. Jú, ok, þessu er ekkert svona. Herðu, já. Hvað er þetta? Hitti ég bara beint á járnið? En hvenær sko er maður komin í það að maður er ekki bara að kasta á vonað besta? Ég meina, þú veist, að maður er orðinn það góður að maður getur hitt sirka það sem maður vill hitta. Það tekur suma kannski viku að verða að fara góðir og sumir einhver ár sko, en þetta er bara mjög persónubundið sko. Hvað er það skemmtilegast af því pílukasti? Það er góðs félagskapur í þessu og líka bara sko, maður er ekki bara, maður er líka að spila við sjálfan sig sko. Ég get ekki kennt einhverjum öðrum um að ég tapa sko. Þannig að loksins maður. En eins og hérna, hún er 57 eftir, þá er bara flott fyrir að hitta í 17, þá áttu 220 eftir. Já. Þetta er allt tíming og kalda áttunni. Já, ég veit tapnætt. Það hefði líka, sko, ok, það hefði verið mjög neyðarlegt fyrir þig ef þú hefði tapnætt mér. Já, ég hefði ekki hórt á sjónvarpi, það er alveg klart. Nei. Myndirðu treysta mér, sko, í nýjakasti og þú myndir vera upp í vegginn og... Já. En ekki hvað. Nýjakast næsta áskorun. Kristófer segist hafa keppnisskapið frá mömmu sinni og það kemur fljótlega í ljós þegar við forvitnumst hana og hennar íþrótt áhuga að sennilega er mikið til í því. Ég var í ýmsum íþróttagreinum þegar ég var barn og var heppin að fá að stunda ýmsar íþróttir. Móðir mín svona sá til þess að ég fékk að gera það sem ég vildi, eða við systurnar. Ég byrjaði að æfa skíði, fór okkur námskeið, skíðanámskeið og fór svo að æfa skíði þegar ég var líklega 6-7 ára. Æfði skíði í nokkur ár, ég var á dansnámskeiðum, ég æfði sund í ekki langan tíma en líklega
2-3 ár. Já, ég svona þurfti bara mikla útrás, var með mikið skap og þurfti bara útrás, hreyfingu, náði svona útrás með hreyfingu. Svona á unglingsaldri þá byrjaði ég aeróbiki og fór svo að kenna þolfimi aeróbik og spinning tíma. 18 ára aldur þá fór ég að æfa skvass og já, svona verið í ýmsu. Byrjaði hestamennsku 12 ára, hætti þá að æfa skíði einhvers staðar. Það gæti ekki verið í öllu. Mér fannst skemmtilegt að takast bara á við alls konar. Einhver sumur þegar ég var í sveit sem krakki þá fór ég á svona frjálsíþróttaæfingar. Mér fannst það var bara allt skemmtilegt fannst mér. Hvernig keppnisskapið? Ertu með eitthvað keppnisskap? Nei. Ég heldur svo að trúa. Jú, ég er alveg með keppnisskap. Og svona kannski bara í öllu sem og það er ekkert endilega að vinna, þetta eru bara einhverja svona kröfur sem ég hef sett á sjálfa mig. Það leggja þig fram? Já, og ég man eftir því bara þegar krakkarnir voru litlir, þegar maður var að koma þeim út úr bílnum og reyna að drífa þau inn, alveg bara að koma í kapp og þú veist, svo náttúrulega var maður að leyfa þeim að vera undan og oft langaði mig bara að ýta þeim í burtu til þess að hlaupa fram úr þeim. En þetta er kannski bara, já, ég gerði það ekki. Ég hef ekki dæmt þig, sko. En ég hef alveg komist að því þegar vinkonur mínar hafa verið að spyrja, ég hef ekki að til ég að koma með okkur í þessa gönguskíðakeppni eða eitthvað og bara gaman bara að vera með. Það er ekkert til hjá mér sem heitir að vera bara með. Það bara gerist eitthvað leið og er búið að ræsa og þá bara nota maður alla krafta sem maður hefur. Þannig að það er þá bara betra að sleppa því ef maður getur ekki lagt sig allan í það. Ég skil. Nú fer að líða að lokum í þessum þætti, en áður en við kveðjum fjölskylduna í Stekkjartúni ætlum við að ræða aðeins framtíðina. Þetta er búið að vera ákveð umræðefni á heimilinu. Þegar strákurinn var komin í NBA, þá ætlaði Rósa að flytja með honum út og var það ekki? Jú. Og þegar Katrín fyrir Ólympíuleikana þá er ennþá verið að ræða þetta hvernig hver fer með henni. Þannig að já, það verður greinilega móðirinn. Ég held það, en alltaf leið. N4 er þar sem þú vilt þegar þú vilt. Á heimasíðunni, á Facebook, á YouTube, í tímaflakkinu, á N4 safninu hjá Símanum.